Ég heiti Almar Reginn. Ég 2 barna júdóþjálfari að þykjast vera pípulagningamaður. Ég ákvað að fara í raunfærnimat. Ég var búinn að vera í bransanum í 3 ár. Fannst þetta að vera svona næsta skref fyrir mig að öðlast réttindi sem pípulagningamaður. Kom mér helst á óvart í ferlinu hvað það var bara þægilegt matið. Við sátum og drukkum kaffi og við fórum yfir svona hvað ég kunni og hvað ég kunni ekki. Ég sparaði mér líklega talsverða skólagöngu. Núna get ég tekið restina bara á mínum hraða í kvöldskóla á netinu. Eftir að ég kláraði raunfærnimatið og fékk að sjá hversu mikið var metið hjá mér, þá öðlaðist ég ákveðið sjálfstraust. Mér fannst ég fá ákveðna viðurkenningu á reynslunni minni, að ég væri kannski alveg álíka góður pípari og þeir sem væru að klára námið. Ef þú ert að íhuga að fara í raunfærnimat og vilt vita af hverju þú ættir að fara í raunfærnimat, þetta er bara besta skref sem þú getur mögulega tekið. Þetta mun spara þér afskaplega mikið í bara þeim iðnaði sem þú ert í. Þú kemst lengra, hraðar og þetta færið upp á hærri stall. Aðalástæðan fyrir því að fara í raunfærnismat er að það er engin ástæða til þess að fara ekki í raunfærnismat.